komið á staðan. Já, mér langar til að bjóða okkur velkomin á 341. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér með fundin og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjir eru. Ef svo ekki að áður en við hefjum dagskrá þá langar mig til að óska eftir því að bæta einu máli á dagskráfundarins. Það mál númer 25.10.028, fjárfestingaráætlun 2025, framvinda verkefna. Þau sem samþykkja að bæta því inn á dagskrá gefa merki og það samþykkt samhljóða. Áður en við byrjum þá ætla ég að renna yfir þau sem sitja hér í fundarsalnum í dag. Það Anton Kári Halldórsson, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Bjarki Oddsson, Guri Hildstad Ólafsson í fjarveru Lilju Einarsdóttur, Sigurður Þór Þórhallsson í fjarveru Rafns Bergssonar og sá sem hér stendur, Tómas Birgir Magnússon sem stjórnar fundi, Margrét Jóna Ísólfsdóttir sér ritun fundargerðar og tæknimálin sér Sigurmundur Páll Jónsson. Að því sögðu að þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá þessa fundar minnisblað sveitarstjóra 9. október 2025. Lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti, sveitarstjórnar, fulltrúar og þeir sem meira fylgjast með okkur í streymi. Það venja ætla ég að renna hérna yfir minnisblaðum svona það helsta sem við vorum að fást við síðustu misseri. Haustin eru virkilega annarsamur tími innan stjórnsýslu sveitarfélaga líkt og á fleiri stöðum í samfélaginu. Þráðurinn tekin upp eftir sumarfrí og vinna við áætlanagerð næsta árs og ára fyrir að fullt skrið. Fundir í byggðasamlögum og öðrum samstarfsvettvöngum sveitarfélaga eru haldnir þar sem sameiginlega unnið að áætlanagerð og stefnumörkun. Þetta virkilega skemmtilegu tími en getur líka verið mjög krefjandi fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélagsins því önnur verkefni bíða ekki á meðan. En þá líka gott að vita til þess að það sé valinn maður í hverju rúmi, hvort sem litið til kjörinna fulltrúa eða starfsmanna sveitarfélagsins. Þegar þessir aðilar leggjast á eitt og róa í sömu átt gerast stórkostlegir hlutir. Að venju stikla ég hér á stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélaginu okkar höfum verið að fást við á undanförnu. Fulltrúar Rangárþings eystra sóttu fjármálaráðstefnu sveitarfélaga sem haldin var nú í byrjun október. Er að ræða árlegan viðburð, einn þann stærsta á sveitarstjórnarstiginu og hann haldinn á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Á ráðstefnuna mæta fulltrúar allra sveitarfélaga á Íslandi og ráðstefnan mjög mikilvægur vettvangur til samtals og samstarfs sveitarfélaga hin ýmsu mál. Líkt og gefur að skilja aðal umræðuefni fjármálaráðstefnu fjármál sveitarfélaga. Mikið einnig rætt samstarf og samvinnu ríkis og sveitarfélaga og hvernig og af hverjum þjónusta við íbúa okkar skuli fjármögnuð. Sveitarfélögin hafi gegnum árin ötullega bent á það að verkefni séu færð frá ríki til sveitarfélaga án þess að fjármagn fylgi þeim verkefnum. En það nauðsynlegt þar sem að tekjustofnar sveitarfélaga eru mjög takmarkaðir og nýir verða ekki til nema með lagasetningu ríkisins. Fjöldi gagnlegra fyrirlestara og enda var flutt á ráðstefnunni en hún mjög mikilvægur vettvangur fyrir sveitarstjórnarstigið í heild til að sækja sér og miðla þekkingu. Í hlutarins eðli eru sveitarfélögin flest að fást við sömu mál alla daga sem í grunninn snúast einungis að veita þjónustu reiðubúin fyrir sína íbúa, vera til þjónustu reiðubúin fyrir sína íbúa og veita sem mesta og besta þjónustu. Þar berum við fulltrúar Rangárþings eystra höfuðhátt og ófeimin við að miðla okkar þekkingu og því sem við gerum vel í okkar sveitarfélagi. Í tengslum við fjármálaráðstefnu sveitarfélaga var haldinn ársfundur jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Tekjur sveitarfélaga úr jöfnunarsjóði eru ein af grunnstoðum fjármögnunar hvers sveitarfélags til að geta staðið undir þjónustu við sína íbúa. Í gegnum árin hafa oft átt sér stað miklar umræður hlutverk og tilgang jöfnunarsjóðs og oft á tíðum talsverðar deilur hvernig útdeila eigi fjármagni til sveitarfélaga með sem sanngjörnustum hætti. Sitt sýnist hverjum í þeim málum líkt og gefur að skilja, en hlutverk sjóðsins eins og nafnið ber með sér að jafna hlut sveitarfélaga, því tekjumöguleikar þeirra eru mjög misjafnir en krafa á lögbundna þjónustu allstaðar sú sama. Breytingar á úthlutunarreglum sjóðsins taka gildi nú næstu áramót
og vegna góðrar fjárhagsstöðu Rangárþings eystra mun koma til talsverða skerðinga úr sjóðnum til sveitarfélagsins. Sveitarstjórn mun þurfa að taka tillit til þess í vinnu sinni við gerð fjárhagsáætlunar fyrir komandi ár. Og þá að fjárhagsáætlunarvinnunni, eins og áður hefur komið fram, vinnur sveitarstjórn ásamt fjármálastjóra og öðrum starfsmönnum sveitarfélagsins að gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026. Vinna sveitarstjórnar fer fram á vinnufundum og einnig hefur byggðar á funda með forstöðumönnum stofnana sveitarfélagsins. Vinnan er gríðarlega umfangsmikil og mikilvægt að vel til takist við gerð áætlunarinnar. Það er að mörg að hyggja í vaxandi sveitarfélagi og margar áskoranir sem þarf að taka tillit til. Ein þeirra er að með fjölgun íbúa, aukinni uppbyggingu, fjölgun atvinnutækifæra og almennum vexti í sveitarfélaginu þarf sveitarfélagið sjálft að huga vel að uppbyggingu innviða til að lenda ekki eftir á með svokallaða innviðaskuld og geta veitt öllum sínum íbúum lögbundna þjónustu. Það er virkilega krefjandi og krefst mikillar útsjónarsemi og vandaðra vinnubráða allra þeirra sem að koma. Með vandaðri áætlun, þar sem allir leggjast á eitt, er mun meiri líkur á að rekstur sveitarfélagsins dafni til framtíðar og þjónusta við íbúa haldi áfram að vera til fyrirmyndar í okkar sveitarfélagi. Nú í lok september var svokölluð kjördæmavika, en þá gera þingmenn kjördæmisins víðreist og ferðast saman kjördæmið sitt til funda með sveitarstjórnum. Fulltrúar sveitarstjórnar Rangárþings eystra, Rangárþings ytra og Ásarhrepps tóku á móti þingmönnum kjördæmisins í Hvolnum og áttu við með þeim virkilega góðan fund. Fundur sem þessi er okkur mikilvægur til að koma málefnum okkar á framfæri við alþingismenn. Mikilvægt er að samvinna ríkis og sveitarfélag sé góð og við vinnum saman að framgangi góðra mála. Sveitarstjórnarfulltrúar Rangárþings eystra lögðu að þessu sinni megin áherslu á eitt málefni í samtali við þingmenn. En það er málefni Kirkjuhvols og sú staðreynd að á meðan talað er stór átak í uppbyggingu hjúkrunarheimila út allt land, býr Kirkjuhvoll enn við þá stöðu að fá fjármagn til rekstur 7 hjúkrunarrýma í aðeins 1 ár í senn. Sú staða er ekki boðleg og gerir alla áætlanagerð og stefnumótun varðandi framtíðar uppbyggingu á Kirkjuhvoli nánast ómögulega. Þetta er ekki fyrsta skipti sem Rangárþing eystra hefur óskað eftir liðsinni ríkisins til að tryggja umrætt rými til framtíðar. Fulltrúar Rangárþings eystra ásamt hjúkrunarforstjóra Kirkjuhvols áttu fund síðastliðið vor með ráðherra heilbrigðismála þar sem vel var tekið í það að tryggja varanleg hjúkrunarrými á Kirkjuhvoli en ekkert hefur heyrst frá ráðuneytinu eftir þann fund. Það er von okkar að þingmenn Suðurlands hoppa á vagninn með okkur og keyri þetta mál í gegn. Nú hefur loks verið birt skýrsla starfshóps fýsileika þess að stofnaður yrði þjóðgarður í Þórsmörk. Fulltrúar Rangárþings eystra í þeim hópi voru undirritaðir Anton Kári og Rafn Bergsson. Starfshópurinn var stofnaður af ráðherra umhverfismála í júlí 2024. Starfshópurinn lagði áherslu á það frá upphafi í vinnu sinni að leita samráðs við íbúa Rangárþings eystra og aðra hagaðila. Alls voru haldnir 10 fundir með íbúum og hagaðilum við vinnslu skýrslunnar ásamt því að starfshópurinn sjálfur hittist á fjölda funda. Niðurstaða starfshópsins var eftirfarandi. Að svo komnu máli telur starfshópurinn ekki tímabært að leggja til við ráðherra að Þórsmörk verði gerð að þjóðgarði, en útilokar þó ekki að ákvörðun slíkt verði tekin síðar. Á fundum sem starfshópurinn hélt með ýmsu hagaðilum kom ýmislegt fram kosti, galla og mögulegar áskoranir ef Þórsmörk yrði þjóðgarður. Ljóst er að sú vinna sem hér hefur verið innt af hendi mun nýtast til þessum bærum aðilum, sveitarfélagi, ríki, stofnunum og öðrum hagaðilum til áframhaldandi farsællar umsjónar með Þórsmörk. Ég vil koma fram fyrir sérstöku þakklæti til samstarfsmanna minna í starfshópnum og ekki hvað síst til allra þeirra íbúa og hagaðila sem kom að vinnunni og komu sínum sjónarmiðum á framfæri við starfshópinn. Þórsmörk er og verður ein af okkar helstu náttúruperlum og það er á okkar ábyrgð að svo megi verða ókomna framtíð. Hvort einhvern tíma komi að því að Þórsmörk verði þjóðgarður er ekki útilokað, en að svo stöddu skulum við sjálf taka ábyrgð og sinna þessu einstaka svæði okkar með sóma. Og að lokum, líkt og áður er hér einungis stiklað á stóru það helsta sem á daga okkar hefur drifið, en líkt og kom einnig fram í inngangi þessa minnisblaðs er haustið tími funda, ráðstefna og viðburða. Geðlestin kom í Hvolinn og hélt virkilega góðan fyrirlestur geðheilbrigði. Enginn annar en MC Gauti lokaði þeim fundi. Samráðsfundur var haldið með veitum til samræmingar komandi framkvæmdir. Sveitarstjórn fékk heimboð í hið nýja glæsilega hótel Lóu.
Forstöðumenn sveitarfélagsins sóttu námskeið í notkun gervigreindar, stöðufundur var haldið með HSÖ og uppfærðar viðbragðsáætlanir voru samþykktar á fundi almannavarnanefndar og svo mætti lengi telja. Við höldum ótröðin í veturinn og líkt og áður tökum fagnandi á móti þeim verkefnum sem bíða okkar á næstu vikum. En þau eru mörg, krefjandi og umfram allt afskaplega spennandi. Það hvetur mann til dáða þegar litið tilbaka og maður áttar sig á þeim góða árangri sem við höfum náð á undanförnum misserum, sveitarfélagið okkar og íbúum þess til heilla. Áfram Rangárþing Eystra og takk fyrir mig. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Við erum einhverju sem vilja taka til máls undir minnisblaði sveitarstjóra. Ef svo ekki þá höldum við áfram. Reyndar ég gleymdi að minnast á það hérna áðan í upphafi að ef að fundinu verður ekki lokið fyrir klukkan 1 þá munum við gera fundarhlé þar sem að við þurfum að taka þátt í aðalfundi Bergrissans sem sér þjónustu fyrir fatlað fólk fyrir sveitarfélagið. Við sjáum bara til hvernig því framvindur, hvort við náum hvort að fundinum verði lokið eða ekki. Allavega, þá það annað mál á dagskrá, það tillaga útsvarsprósentu fyrir árið 2026. Tillaga að útsvarsprósenta árið 2026 verði óbreytt eða 14,97%. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá bið ég þá sem það samþykkja að samþykkja óbreytta útsvarsprósentu árið 2026 14,97%. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þriðji dagskrárliður kirkjukoll ársreikningur 2024, lagður fram til umræðu og staðfestingar ársreikningur kirkjukólls 2024. Eitthvað þar sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá bið ég þá sem staðfesta ársreikning kirkjukólls 2024 að gefa merki og hann staðfestur samhljóða. Fjórða mál á dagskrá almannavarnanefnd Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu fundargerð 7. fundar. Á 289. fundi byggðarráðs var málið tekið fyrir og eftirfarandi bókun samþykkt. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fjárhagsáætlun almannavarnanefndar fyrir árið 2026 eins og hún sett fram í 4. lið fundargerðar. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki þá bið ég sveitarstjórn þá sem að samþykkja að gefa merki þá sem samþykkja fjárhagsáætlun almannavarna árið 2026 að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Bindi dagskrárliður Eyvindar Hólar óskum umsögn á grundvelli 10. greinar jarðalaga. Lögð fram umsagnarbeiðni atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins dagsett 25. ágúst 2025. Óskað eftir umsögn á kaupum Erlu Þorsteinsdóttur á 16% hlut í jörðinni Eyvindar Hólar 1. Óskað eftir umsögn Rangárþings Eystra vegna málsins samanber 10. grein jarðalaga númer 81/2004. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn Rangárþings Eystra gerir ekki athugasemd við kaup Erlu Þorsteinsdóttur á 16% hlut í jörðinni Eyvindar Hólar 1 enda ljóst samkvæmt umsókn Erlu að fyrirhuguð nýting jarðarinnar almennu búrekstur, hrossarækt, ferðaþjónusta, skógrækt og tengd starfsemi. Auk þess eru áform viðhald og uppbyggingu eigna á jörðinni og samvinna við veiðifélag Skógar. Þau sem samþykki gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá ályktun Skógræktarfélags Íslands skógræktarsvæði í aðalskipulagi sveitarfélaga. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að kaflinn verði endurskoðaður við næstu endurskoðun aðalskipulags Rangárþings Eystra. Einhverjir sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp staðfestingar sveitarstjórn þakkar erindið og staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það samþykkt samhljóða.
7. liður á dagskrá er umsögn mat á umhverfisáhrifum Seljalandssel. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við drög að umsögn mat á umhverfisáhrifum og leggur til við Skipulagsstofnun og sveitarstjórn að fresta afgreiðslu málsins þar til að aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagstillaga hefur verið samræmd. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og frestar afgreiðslu málsins. Stjórn það samþykkja, gefa merki, það er samþykkt samhljóða. 8. dagskrárliður þessa fundar, framkvæmdaleyfi efnistilfærsla í Bakkakotsá. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt án grenndarkynningar þar sem samþykkt landeigenda liggur fyrir. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá, aðalskipulag Miðeyjarhólmur. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að skipulagsbreytingi verði afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað í þessu sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillögun og hún verði afgreidd í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá, aðalskipulag Ytri skógar IB23. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingu verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar fyrir auglýsingu samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, að þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar fyrir auglýsingu í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá er deiliskipulag Traðarland 2. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 12. liður á dagskrá, það er deiliskipulag Móbakki. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að deiliskipulagstillagan er ekki samkvæmt skilmálum aðalskipulags. Nefndin leggur til í sveitarstjórn að breytingu á aðalskipulagi verði heimiluð ásamt deiliskipulagsgerð með fyrirvara jákvæða umsögn Skógræktarfélags Rangæinga. Er eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og heimilar að breytingu aðalskipulagi fyrir Móbakka ásamt deiliskipulagsgerð fyrir svæði. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 13. dagskrárliður, það er deiliskipulag Langanesbyggð. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar
og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá les ég eftirfarandi. Bókun upp til staðfestingar sveitarstjóri staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem samþykkja að gefa merki, það samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá, deiliskipulag Kirkjuhvolsreitur, sértækt íbúðarhúsnæði. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur fram minnisblað og þær tillögur sem hefur verið fjallað Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórnar tillaga 3 verði auglýst samkvæmt fyrri bókun nefndarinnar. Eitthvað þessu sem að fundarmenn vilja ræða? Guðri, gjörðu svo vel. Takk Oddviti og góðan daginn öll sömul. Við verðum nú aðeins að hafa smá umræðu fundunum þó við ætlum að reyna að klára fyrir klukkan 1. Þetta náttúrulega að koma aftur í sveitarstjórn núna annað sinn og var eiginlega bara vísað tilbaka til skipulags- og umhverfisnefndar og svo þetta minnisblað sem núna liggur fyrir svona bara afraksturinn af því. Það var rosalega mikil umræðu í skipulagsnefndinni varðandi bara staðsetningu húsnæðis og hvar við leggjum til að þess byggt verður upp. Og niðurstaðan var svo að við mælum þá með því að byggja upp þarna á svokallan Kirkjuhvolsreit og þá náttúrulega þessu deiliskipulagsbreytingu þar sem náttúrulega þarf að eiga sér stað til þess að heimila uppbyggingu. Það voru raddir sem hefðu svolítið áhyggjur af við myndum þrengja að framtíðarstækkunarmöguleika fyrir heilsugæsluna okkar og eins varðandi framtíðarstækkunarmöguleika á fyrir Kirkjuhvol og það svona okkar sýn að það svolítið búið fyrst að útskýra það að það sé kannski ennþá pláss fyrir þess að stækka þá bæði heilsugæsluna og Kirkjuhvol í framtíðinni með þessu deiliskipulagsbreytingu. Eins var svolítið umræðan varðandi staðsetning bara íbúðarhúsnæði yfir höfuð og við fengum náttúrulega svona pínu tilmæli leiðbeiningar frá fagráð hvað heitir þetta? Þetta bara fagráð innan Bergrísans þar sem æskileg staðsetning var það var svona benda hvar var æskilegt að setja húsnæði og það svona alls konar sem við þurfum að taka tillit til. Meðal annars það var náttúrulega æskilegt að íbúðarhúsnæði væri þá bara í íbúðarhverfi og það var svona vangaveltur hvort að Kirkjuhvolsreiturinn þá svokallaði væri þá bara íbúðarhverfi eða ekki, hvort þetta var sem svona stofnanahverfi. En þetta nú svona bæði, eiginlega var niðurstaðan hjá okkur í skipulagsnefndinni að það var bæði, það náttúrulega íbúðarbyggð þarna alls staðar í kring þó að sé kannski að torfunni eru meira svona stofnanir. Einnig vorum að velta fyrir okkur þeir sem erum að lesa minnisblaðið að þetta önnur staðsetning sem þá var velt vöngum og það í þá Bergþóragerði og ég var rosalega mikið ég átti erfitt með að ákveða mig í þessu máli bæði svona maður fór svolítið margar hringi fram og tilbaka og niðurstaðan fyrir mitt leyti var það væri kannski bara besta kosturinn að hafa þetta á Kirkjuhvolsreitunni. Þar hægt að bara byrja á morgun eiginlega, þegar gróið hverfi og ef við ætlum að setja það upp í Bergþóragerði þá þurfum við að fara að stað með gatnagerð og alls konar og við vitum heldur ekki hvernig uppbyggingin verður næstu árin. Þannig kannski verður þetta bara svona húsið á sléttunni næstu 10 árin og það kannski ekki heldur það sem við viljum með þessu uppbygging. Við erum alltaf rosalega glöð að þau komið okkur að byggja upp húsnæði fyrir fólk með fötlun og þjónustuþarfir, þannig að bara mikilvægt að bara grípa gæsina þegar hún En já, ég vildi bara svona gera grein fyrir þessar vangaveltur sem voru og í skipulags- og umhverfisnefndinni fram og tilbaka við eyddum rosalega miklu tíma að ræða þetta mál og hefum gert það í tvígang og minnisblaðið liggur svo fyrir þannig ég stend alveg
bak við þessu tillögu að húsnæði verði byggt upp þá á Kirkjubólsreitnum. Það sem kom fram líka á síðustu skipulags- og umhverfisnefndarfundi var það að passa upp á HSU verður það partur að fá þá, gefa þeim tækifæri til að gefa það umsögn í auglýsingaferlinu. Að við hömlum ekki, við förum á stað með auglýsingaferli núna og en að HSU verður þá bara umsögnar aðili þar inni. Það held ég sé bara góður leikur. Já, það var bara það sem ég vildi segja. Takk fyrir. Takk fyrir góða yfirferð, Guri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þannig ég ætla bara hrósin í Guri fyrir virkilega góða yfirferð. Þetta er í rauninni eigum að gera svona með skipulagsmál. Þetta eru mikilvæg mál og þetta er virkilega líka bara fróðlegt fyrir bæði okkur sveitarstjórnarfulltrúar sem ekki situm í nefndinni og ég tala nú ekki bara íbúa og hagaðarlega rangóðin gestir að heyra í rauninni grundvöldin hvað var rætt og hvers vegna þessi niðurstaða var tekin. Og ég bara þakka líka skipulagsnefnd og skipulagsfulltrúar fyrir virkilega góða vinnu af því að bara eins og Guri kom svo skýrt inn á að það var, maður svona sveiflaði svolítið til og frá þessu hvar þetta myndi lenda. En fyrst og fremst bara fagna ég ákvörðun skipulagsnefndar, ég held og fyrir mína parta, ég held að í grunninn hafi verið valið rétt, þannig erum við bara með svæði sem í hjarta íbúðabyggðar, þetta er stutt í ákveðna þjónustu. En það eru íbúðabyggð á í rauninni á 2 vegu af 4. Þetta er aðgengilegt svæði, þarna er gatnagerð klár, þarna eru lagnir klárar og eins og Guri kom, ég ætla ekki að fara að endurtaka svo sem eftir hana því að það var svo virkilega vel gert að það eru ennþá heilmiklir uppbyggingarmöguleikar fyrir heilsugæsluna. Það eru í rauninni ennþá möguleikar að stækka heilsugæsluna helming ef vilji fyrir hendi og sömuleiðis hjúkrunarheimili Kirkjuból. Já, og ég ætlaði bara kannski, Guri kom svo sem vel inn á það. Það voru náttúrulega skoðaðir 4 kostir í upphafi og það var bara legið virkilega vel yfir þessu og kannski bara líka til upplýsingar þá inn í fundin að ég var í tölvupóssamskiptum í gær að ég fekk þar sem að framkvæmdastjóri Bergrisson var í rauninni að senda kríteríu á í rauninni hönnunarforsendur þar sem að var verið að fara yfir fjölda og stærri rými og annað svoleiðis, þannig að bara vinna við hönnun þó svo að staðsetning liggi náttúrulega ekki endilega fyrir að þá og það er bara svo ánægilegt. Við erum búin að samþykkja stofnframlögin, þetta er loksins að verða að veruleika og við erum búin að tala fyrir þessu í áraraðir. Sveitarstjórnin örugglega í 20 ár er búið að vera að reyna að tala fyrir þessu uppbygging úrræðis, þannig að það er bara frábært að þetta skuli verða veruleika og ef allt gengur upp og þetta hendar að þá verður úrræði risið og tekið í notkun næsta vetur, eða sem sagt veturinn 26-27. Þannig að bara vel gert, takk. Takk fyrir Anton Kári, eru fleiri sem vilja taka til máls hér. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti og takk bæði Guri og Anton Kári. Ég er ein af þessum röddum sem hafði áhyggjur af, sem Guri talaði hafði áhyggjur af staðsetningunni þarna á Kirkjubólsreitnum og ég er það svo sem ennþá, þarna hefði kosið að við hefðum ekki haft ekki byggt þarna. En að því sögðu að þá líst mér best á samt þá staðsetningu miðað við þessar tillögur sem að koma þarna fram. Ég velti fyrir mig hvaðan það komu, var þetta einu staðsetningarnar, ræddum nú einhvern tímann gömlu leikskólalóðina, það gekk ekki, það var bara ekki boði frá Bergrisson ef mann rétt, þannig að það kom ekki til en svo las maður minnisblaðið og skoðaði þetta betur og þá virðist vera alveg klárlega möguleikar fyrir viðbyggingu við Kirkjuból ennþá, nóg pláss til að byggja og heilsugæslan ætti að geta byggt við svona svipað magn og nú þegar, þannig að kannski bara á maður að skipta skoðun og fagna því að þetta komið þarna, en ég allavega fagna því að við séum að fá þetta loksins og það væri mjög
mjög skrítið á okkur að velja slæman stað fyrir þetta verkefni sem við erum búin að vera að bíða eftir svona lengi. Þannig að ég held að við þurfum að finna þess besta stað og ég mun ekki greiða atkvæði á móti því í þessari tillögu. En samt bara innbráð því að við þarna kynnum þetta og bjóðum HSU og Kirkjukóli að koma með umsögn og kynnum vel fyrir þeim að umsögnarferli þegar það fer í gang. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Ég vil bara taka undir með þeim sem hér hafa stigið í pontu. Þetta bara ánægilegt að það sé búið að velja staðsetningu og svo sem eins og rætt hefur verið að það voru ýmsar tillögur sem höfðu sína kost og galla, en ég bara afskaplega ánægður með niðurstöðu þessa máls og fagna þessu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ætlum ég að bera eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn þakkar skipulags- og umhverfisnefnd fyrir minnisblaðið og framlagðar tillögur. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags nefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 15. dagskrárliður, deiliskipulag Heilækur. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem vilja taka til máls hér. Ef svo ekki, að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og 16. liður á dagskrá fundarins, deiliskipulag Dímonaflötu 1-7. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eru einhverju sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki, að þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki og það samþykkt. 17. mál á dagskrá fundarins í dag fundargerð 288. fundar byggðarráðs, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 288. fundar byggðarráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, að þá legg ég fram til staðfestingar fundargerð 288. fundar byggðarráðs. Þau sem hana staðfesta gefa merki og hún staðfest samhljóða. 18. dagskrárliður, það 289. fundur byggðarráðs, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 289. fundar byggðarráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, að þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta gefa merki. Hún staðfest samhljóða. Þá erum við komin hér í 19. dagskrárlið. Það mál til kynningar, starfshópur þjóðgarð í Þórsmörk. Lögð fram kynningar skýrsla starfshóp þjóðgarð í Þórsmörk. Anton Kári beðið orðið, gjörðu svo vel, Anton Kári. Það verður það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar tilheyrendur. Ég fór svo sem yfir þessa skýrslu aðeins í minnisblaðinu mínu áðan, en ég ætlaði bara kannski að hvetja alla íbúa til þess að kynna sér þessa skýrslu vel, þó svo við þekkjum náttúrulega okkar svæði og þekkjum Þórsmörk og hversu mögnuð hún að hún stútfull af fróðleiksskýrslan. Og ég hvet okkur líka þá, eins og kannski ég kikkað út með í minnisblaðinu, að við sýnum ábyrgð og tökum aðeins utan svæðið okkar. Þórsmörk, það ekkert langt síðan við komum bara skipulagi á Þórsmörk, sem sagt deiliskipulagi,
það hefur verið 2017 eða 18 og nú eins og flestir vita var mikið umfjöllun í sumar, vorum við að auglýsa lóðir til úthlutunar innan þjóðlendunar og Þórsmörk og erum að byrja í rauninni samkomulag við aðila varðandi það. Þannig að það er margt framundan og það er ágangur á svæðið okkar og við þurfum bara kannski hvetja til þess að við veitum henni meiri athygli og tökum þetta svolítið til okkar af því að vissulega væru alveg ákveðnir kostir í því fólgnir að Þórsmörk yrði þjóðgarður. En það sem kom skýrt fram og okkur finnst líka alveg reynandi og viljum sína ábyrgð og taka þetta í okkar hendur. Við getum alveg gert þetta sjálf, fólkið okkar, sveitarstjórn og íbúarnir, við getum skipulagt og við getum algjörlega stýrt þessu upp á bara gert þetta sjálf. Þannig að ég bara svolítið hvet okkur og brýni þá skipulagsnefnd og sveitarstjórn til þess að taka Þórsmörk svolítið svona föstum skorðum og jafnvel þá bara vinna að einhverju svona nýtingar og verndunar áætlun til framtíðar fyrir Þórsmörk sem við getum byggt á og í rauninni fylgt okkar ákvarðanatöku eftir með þeim hætti. En já, bara fagna þessari skýrslu og hvet alla til þess að skoða hana. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Bjarki hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Bjarki. Já, takk oddviti, takk Anton Kári. Mér langaði bara að spyrja, Kári, að þú sagðist í nefndinni og það er niðurstaða nefndarinnar að fara ekki í stofnun þjóðgarðs á þessum tímapunkti allavega. Hvernig hefur stjórnsýslan brugðist við? Hver hafa viðbrögðin verið? Það er kannski svona sem ég er svolítið spenntur að heyra. Og nýr ráðherra tekin við og þarna ný ríkisstjórn, hvernig eru viðbrögð? Takk. Takk Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og tilheyrendur. Herðu, þetta er rosalega góð spurning, Bjarki, af því að við kláruðum skýrsluna í maí og henni skilað inn til ráðherra í byrjun júní og svo var það bara í síðasta mánuði þegar mér var að fara að lengja eftir einhverju umfjöllun af því að það stóð alltaf til náttúrulega að það yrði svona haldinn fundur og skýrslan yrði gerð kunngjörð og farið yfir efnennar og hvað hún segði og þess aftar. En það bólaði lítið á því en þannig að ég bara í rauninni fekk heimild frá ráðuneytinu, það er langt síðan ráðherra fekk hann í hendurnar og ráðuneytið til þess að kynna hann og gera hann þá opinbera hér frá okkur. Ég veit ekki til þess að hún sé hann opinber frá ráðherra en ég vona bara að þessu umræða okkar hér í dag kveiki þá kannski aðeins í því og við tökum umræðina með ráðherra. En það hefur ekki heyrst frá ráðherra síðan að skýrslunni var skilað inn í júní. Takk fyrir Anton Kári. Ég vil bara taka undir varðandi Þórsmörk að þetta er ein af náttúruperlum landsins og ég held að við sem sveitarfélag bara þurfum að svolítið að marka okkur stefnu og framtíð sín varðandi Þórsmörk og ég held að þessi fína skýrsla sem ég hef lesið að ég held að hún geti bara nýst vel í þá vinnu þannig að ég bara fagna því að hún sé komin fram. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá höldum við áfram og 20. dagskrárliður er breyting á sveitarstjórnarlögum, boðum þátttöku í samráði, lagt fram til kynningar frumvarp til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti. Nú er búið að kveikja á kallinu, nú fer hann í pontu við hvert mál. Og það var bara kynningamál. Heyrðu, mér langaði bara aðeins að koma upp undir þessu. Þetta er náttúrulega þarna, nú er ráðherra að gera breytingar eða löggjafavaldið og ráðherra leggur þetta fram, breytingar á sveitarstjórnarlögum og þetta er nú bara svona, þú veist, samþykktirnar okkar sem eru svona okkar heilagasta plagg, það er byggt á sveitarstjórnarlögunum og þarna er verið að bjóða okkur þáttöku í samráði og þannig mér langar að spyrja, erum við með eitthvað plattform, er einhver þarna samband sunnlenskra sveitarfélaga eða að vinna að einhverju umsögn eða eigum við að
hlaða í umsögn eða hvernig sjáum við fyrir okkur að gera þetta? Ég held allavega að við megum ekki láta þetta fara í gegn án þess að skoða þetta og kannski þetta bara allt þarna verulega góða breytingar. Ég aðeins búin að renna í gegnum þetta og margt gott og annað svona sem aðeins yftir öxlum yfir og þannig að ég held að væri mjög gott ef við myndum senda eitthvað frá okkur, hvort sem að það þá í gegnum samband sunnlenskra eða við sjálf bara. En þannig að mér langar að spyrja að því hvort að það hefur eitthvað verið rætt. Takk. Takk Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar tilheyrendur. Þetta bara að teka undir með honum Bjarka, þetta er mjög stór áform. En svona á heildina litið held ég bara eftir svona það sem maður hefur kynnt sér og lesið og glöggvað sig á, að þá eru þau flest að þínu góða, eða sem sagt að því að sveitarstjórnarlögin okkar eru bara, að það var alveg kominn tími til svona aðeins að skerpa á hinum ýmsu hlutum varðandi, og ég hef náttúrulega skoðað þessa löggjöf með tilliti til hagsmuna Rangárþings eystra. Ég og mín sem sagt tilfinning fyrir því að svona, hvað ég segja, ég held að meiripartinn sé þetta til góðs fyrir okkur. Þetta snertir okkur að kannski, vissulega þurfum við að breyta mögulega samþykktum og skýra ferla sem þá af hinu góða. En auðvitað þetta kannski, og maður sér að það fara margir í baklás varðandi sameiningarmál og annað minni sveitarfélögin og þá þessar heimastjórnir og fleira, það hefur mikið verið rætt. En það verið að vinna að umsögn náttúrulega í sambandi íslenskra sveitarfélaga og samtökunum, og það eru umsagnir náttúrulega sem berast víða. Þetta eins og sveitarstjórnarfulltrúar og ber með sér þeir sem kíkja á gögnin, þetta virkilega umfangsmikið frumvarpsdrögin. Ég minnir að þau séu 100 blaðsíður og svo allt kynningarefni með. Þannig að nú væri kannski tilvalið að nota gervigreindina til þess að fá úrdrátt á því hvað sem skiptir máli fyrir Rangárþing eystra. Það getur reyndar að vera svolítið fróðlegt að stilla upp þannig. En ég held bara akkurat við þurfum að vera vakandi og láta okkur heyra ef okkur sem sagt ef okkur líkar eða eitthvað kemur illa fyrir okkur. En að mínum mati svo ekki, og í rauninni treysti ég þeim sem sagt samstarfsvettvangur sem við tökum þátt í til þess að gæta hagsmunum okkar í heild sem sagt sveitarfélagana. Og mér líst að megnum til mjög vel á þessar breytingar. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi 20. dagskrárlið fundarins? Ef svo ekki, þá höldum við áfram. Þá það 21. liður dagskrár, það boð á fund með stjórn HSK 14. október 2025. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ég segi fyrir mér, ég bara fagna því að HSK sé að óska eftir fundi með fulltrúum frá sveitarfélögunum. Mér finnst við hér á þessu svæði að við þurfum að halda áfram að bæta og efla íþrótta og ungmennastarf á svæðinu og segi fyrir mig að kannski gleymum að stundum þessum regnhlífa samtökum sem UMFI og ISI eru. Þannig að ég bara fagna því að þau séu að bjóða okkur til fundar og hlakka til að sjá hvað framfer þar. Fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, að þá förum við í 22. lið á dagskrá. Það fjárfestingaráætlun 2025, framvinda verkefna. Einhverju sem vilja taka til máls hér? Guðri, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddvitið. Já, mér langar bara aðeins og bara þakka fyrir að þetta sé lagt fram til kynningar, og þetta nú skjal sem við svo sem verið ræða á vinnufundu sveitarstjórnar. Mér hvetja íbúa til að skoða þetta líka. Nú fáum við flest okkar spurningar, hvað að frétta af þessu, hvað að frétta hinu og svona. Hér bara svona gott yfirlit yfir þessu verkefni sem var stemd á að fara á árinu og hvernig staðan núna. Þannig ég vil bara hvetja alla bara íbúa til að skoða þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Guri. Ég tek bara undir með Guri að það áhugavert að skoða
fjárfestingar sveitarfélagsins og gott fyrir alla íbúa að svolítið að átta sig á því hvað við erum að gera og já, hvað er verið að framkvæma, þannig að bara endilega kikið á þetta. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá er dagskrá þessa fundar tæmd og fundi slitið. Ég þakka þeim sem að gáfu sér tíma til að fylgjast með okkur í beinu streymi. Takk.